Hjá okkur Gunnela Þorgeirsdóttir. og þú gerir Ég lektor í japansku, ég höfuð japansku deildarinnar og ég einnig þjóðfræðingur. Japan Festival. Hvað það? Japan Festival í raun uppskeru hátíð japanskuna við Háskóla Íslands. Þarna koma saman allir nemendur sem eru í japansku, japanski skiptinemar sem eru við Háskóla Íslands, Japanir sem búa á Íslandi, japanska sendiráðið, Háskóla Íslands og stofnun Vigdísar Finnbogadóttir koma saman og eru með skemmtiatriði og sýna og veita innsýnin í japanska menningu. Og undirbúningurinn á sér stað alveg frá október, þar sem nemendur eru að æfa dansatrið og söngatrið, eins og þið getið séð hérna eftir. Og næru þetta hápunkti í janúar, þannig að þetta er mikið álag og mikil vinna og mikið lagt á sig til þess að fá þetta alltaf að virka saman, en þar á móti þá hristur þetta líka hópin ofsalega vel saman og í raun hápunktur skóla ársins hjá okkur. Hvað er þetta búið að vera lengi eða hvað er þetta búið í mörg ár? Þetta er 12. skiptið sem hátíðin er haldin. Japanska var fyrst kennd við Háskóla Íslands árið 2003 og hátíðin bara hófst stuttu eftir það. Það hafa verið breytingar á hátíðinu, hún hefur stækkað svolítið og aukið sig umsvifin og núna síðustu 3 árin hef ég haft umsjón með henni og við höfum haft þá innan hátíðarinnar svo kallega cosplay sýningu og keppni sem er mjög spennandi, þannig að augljóslega var mikil vöntun á svona vettvanginu í Íslandi. Hver þú? Hibiki Tachibana. Hver það? Anime karakter. Þetta tilbúin? Þetta úr tölvuleik eða mynd eða? Þetta reyndar úr anime, já, sem heitir Shinki Sesso Symphogear. Oftast bara kallað Symphogear. Hver ert þú? Já, ég karakter sem heitir Suika Ibiki. Hún frá Toho sem tölvuleikur. Japansku tölvuleikar, já. Er þetta hverju ári? Já, ég búin að vera komika á hverju ári síðan 2010, 11 eitthvað þannig slíkt. Hefur eitthvað sem unnið keppnina? Nei, ég hef ekki unnið keppnina, en þetta líka bara í annað ári ég að keppa, svo þetta líka annað árið að keppnin hérna. Ég Lolita, sem svona götu tíska í Japan. Hefur tekið þátt áður? Já, mjög oft. Er þetta hápunktur ársins? Einn af þeim allavega.